Já, leikhúsveturinn byrjaður og við ætlum að hafa það með sama hætti og við höfðum hér í fyrravetur að þá var ég sendur í leikhús og svo fékk ég aðstandendur sýninga til þess að koma og ræða við mig hér við Rauðaborðið og á föstudaginn síðasta þá fór ég í kassan í Þjóðleikhúsinu og sá leikritið Taktu flugið baby og hér eru aðstandendur þess komnir. Þannig Ilmur Stefansdóttir sem leikstjóri, Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir sem höfundur og leikari og Camillo Valdes sem danshöfundur og leikari og við eigum von á henni Þuríði Blæ Jóhannsdóttur sem leikari í sýningunni. Kolbrún, ég byrja náttúrulega á þér. Þetta ekki bara, þú ert ekki bara höfundurinn og leikari, heldur leikritið þig. Já. Það svona Þegar ég sá þig hérna koma, þá var ég svona velta fyrir mér hvernig það væri svona þegar frumsýningin búin, af því ég reikna með að það er alltaf erfitt líklega að leggja eitthvað svona við það, en það hlýtur að vera alveg ekstra erfitt þegar maður með svona eigið líf, eigin sín á eigið líf, eigið verk og eigin frammistöðu sem leikari. Það ekki svolítið svona, þetta svolítið stór biti að Jú. Það það. En nú ég orðin að verða 52 ára, þannig að það lent í öðru eins. Já, maður hefur lent í ýmsu á lífsleiðinni, þannig að en auðvitað svolítið sérstakt að setja sjálfan sig á svið og sitt líf og sitt fólk líka, svona, það kemur við sögu. Já, ég sagði að við sjónvarpið á frumsýningunni að ég væri svolítið, mér liði svolítið eins og ég væri bara á skurðarborðinu að afhenda fólkinu hjartað í mér. Sem varst. Já, þannig að og ég hef áhuga á svona grimmdarleikhúsi eða svolítið svona það sem og gera gjörninga, það sem það svolítið hættulegt. Allt getur gerst og já. Að fara út af einhverju mörkum og aðeins lengra. Já, þannig að En þetta fjallar sig og sem fallaða konu. Já. Hvernig þú sættir þig eða sættir ekki við hörðnunarsjúkdóm, það svona sem versnar með árunum. Hvernig þú glímir við óljósa framtíð og eitthvað fleira, og hvernig þú tekur þátt í baráttu og þannig það líklega svona margar möguleiki að segja þessa sögu á margan hátt. Hvað, má ég aðeins spyrja það svona hvernig þú fékkst við það? Af því að Já, ég sá fyrir mér að gera svolítið svona ljóðrænt verk, að nota ljóðrænuna, að lýsa svolítið svona hlutum sem erfitt að lýsa, kannski bara hvernig ég upplifði þetta að eiga erfitt með að hlaupa og og lýsa því, ég man það svolítið, ég fór alveg inn í þetta aftur þegar ég var að skrifa verkið, inn í þessar minningar og Svona litla þú erfiðleika með að setja sig. Og þegar ég vissi ekki að ég væri með vöðvasjúkdóm, það kom bara svona smátt og smátt í ljós og ég held þetta væri bara einhver úlingaveiki eða leti eða eitthvað svona, en já, ég reyndi allavega að glíma við það, ég veit ekki hvernig það kemur til skila til áhorfenda. En þegar þú segist að fara aftur, það þannig að þegar maður fer og leitar aftur hvernig maður upplifði eitthvað þegar maður var 10 ára eða 12 ára. Já. Uppgötum að þá að maður ennþá þóttu var haldi kannski fyrir að búin að gera upp við það og búin að ná sér í gegnum það að þá tilfinningin alltaf þarna svolítið ósnert áfram. Já, mér fannst, ég lýsi í verkinu, mér fannst bara akkurat þarna þegar ég tek ákvörðun að taka þátt í þessu skólalaupi sem barn. Ég var í Engidalsskóla og þetta svona lítill hringur sem maður hlaup í kringur hraunið, þannig svona blokkarhringur sem var mjög stór þá. Og og ég skynjaði eitthvað, mér fannst ég skynja eins og
núið og framtíðin að renna saman í eitt og það er eitthvað svo skrítið svo seinna þegar hún lendir þegar ég er í hlaupinu þá uppgöta ég eitthvað svona mér langaði helst bara hverfa upp í himinin af því að ég fann að ég var að vera síðust mér langaði ekki að vera síðust og svo skrítið bara einhverjum árum seinna bara eins og lífið manns verður svona eins og einhver lækur sem rennur í einhver átt svo er ég allt í einu komin á svið og er að gera verk þessar lífsreynslu og þá og þegar maður lendir í alls konar hlutum og svona einhver moment sem maður man svo sérstaklega eftir já, svo verður þetta bara hluta einhver leikriti þetta er eitthvað svo skrítið já, það er bara eins og líf mitt ég veit ekki, átt að verða einhverju leikriti Þetta er mikil saga þannig er náttúrulega svona frásögn af því hvernig hvað segir maður sambýlið þitt við sjúkdóminn það er líka fjölskyldusaga þarna baráttusaga að þú ert að berjast fyrir svona aðgengi fallara þú ert fyrsta fallaða konan sem eignast barn eða allavega ég upplifa þannig að það er ekki rétt það er ekki rétt það er byggt á því að það er eitthvað sem segir það við þig ekki ég uppliði bara því kvennadeildin var svo óagengileg að ég hélt bara að ég væri stödd í Rússlandi 1710 með að við aðstæðurnar ekki íslensku heilbrigðiskerfi og þá hugsaði ég bara býtu ekki er ég fyrsta kona sem eignast barn hér sem er hreyfihömluð eða nota hjólastól en það var náttúrulega ekki þannig en það bara, það hafði ekkert verið neitt há umræð það Nei. Svo er þetta líka svona kvennasaga þig sem stúlku að verða kona en líka sem fötluð kona en svo er þetta kannski svona rammin í kringum þetta er svona eiginlega sigursaga Er það ekki? Ilmur leistur, þetta er eiginlega sigursaga og sigurinn er eiginlega leikritið að koma fram með söguna. Já, það er svo skemmtilegt og svolítið áhugavert það sem að Kolbrún er að segja þegar hún er 8 ára og er að taka þátt í skólalöpunum og fær eitthvað svona tilfinningu að þá er henni Kolbrún eiginlega svona að lýsa eins og hún hafi næstu í svona vita að yrði eitthvað svona hringur sem að, þú veist, tilfinningin er svolítið svona eins og þetta sé eitthvað hringur. Hann að dreymdi að vera leikona, hún gat ekki komast inn í listaháskólan af því hún var með hreyfihömlun og svo er henni fer hún eitthvað allt aðra leið og eins og Kolbrún lýsa eins og eitthvað lækur skrifar verk og svo einhvern veginn og þú í rauninni sást ekkert endilega fyrir þér að vera sjálf í verkinu. Í listaháskólanum var það Þuríður Blær sem að leiklas það. Svo sé ég verki og þá finnst mér það algjör grunnforsenda að þær séu þarna saman og Camille og með. Það sé einhver svona að þau þrjú í rauninni túlki öll þessi hlutverk og þær skipta milli sín hlutverki Kolbrúnar og leiki hinn hlutverkin og þannig að Kolbrún er stundum mamma sín. Já, þannig að það kemur í rauninni eitthvað svona og þá er svona eins og þetta sé svona hringur að þú veist þetta svona endar í sjálfu sér einhvern veginn að Kolbrún segir söguna sína, dreymir að vera leikona og núna er hún það og ég held að við sem áhorfendur svona upplifum þetta að þetta sé svona eitthvað svona eins og já, eitthvað hringur sem að ekki kannski lokast, heldur eiginlega svona byrjar, af því að ég held að þetta sé kannski ekki endilega það síðasta sem Kolbrún er að fara að gera. Já, næsta hring. Þannig að það er eitthvað svo fallegt við verkið, að það svona einhvern veginn er sjálft sig og, þú veist, og við upplifum bara, já, þetta er það sem hún skynjaði og þetta er að gerast og það er eitthvað svo mögnuð upplifun og svo er auðvitað, það er sigur að hún skuli vera komin hann á svið að segja söguna sína. Það er einhver sigur ganga í því en það hefur líka bara með viðþorf þín Kolbrún að gera. Það er ekki tilviljun að Kolbrún er komin hann að segja sína sögu. Hún er búin að halda áfram og einhvern veginn eins og kemur fram í textanum ég greinist með vöðvasjúkdóm, hvað með það lífið heldur áfram og þetta er náttúrulega bara svona viðþorf sem þú hefur sem er svo magnað og það er líka svo hvetjandi fyrir okkur öll. Það er svo mikil upplifting í því. Það er sem sagt hluti af sögu þinni að verkið sé sett upp að það er líka hluti af sögu okkar og Þjóðleikhússins að þessi saga sé sögð fram að
svona hinn dramatíska saga fatlaðs fólks í sögðs, hún hefur ekki þótt alltaf nógu merkileg. Það sem líka finnst mér svo frábært við verkið hennar Kolbrúnar er að það Kolbrúnu í heild sinni einhvern veginn, eins og þú ert sjálfur að segja. Þetta líka fjölskylduna hennar Kolbrúnar, þetta líka uppvaxtarárin, gelgjuskeiði, kynþroskan, ástina og ég held að við verkið þannig sett fram að við fáum áhuga á persónunni ef við tölum Kolbrúnu sem persónu. Þetta er ekki svona tvívít saga. Nei, þannig að þetta er ekki aðsend grein stöðu fallar í samfélaginu. Nei, þannig að við fáum áhuga á fólkinu og þar af leiðandi förum við að finna til með fólkinu og ekki vera saman með fólki eins og góðar sögur gera. Þannig að við förum inn í söguna og þá förum við að heyra. Af því að við förum að heyra hvað persónan er að upplifa, við förum að finna til með persónunni. Ef við ekki tala Kolbrúnu sem persónu, sem náttúrulega hún á sviðinu. Bara leið og það verður dregið frá, þá það bara. Já. Þannig að mér finnst það í rauninni mér finnst það svo mikill sigur. Þannig að við finnum til og við heyrum. Þannig að verkið verður svona eins og, hefur svo sterkt erindi og við samsumum okkur og það held ég að sé sigur fyrir eitthvað svona baráttu að fólk rauninni heyri og finni til og samsami sig og finni samkennd. Ég velti þessu svolítið fyrir mér í verkinu og líka svona eftir, það var mikið klappað og svona, þá var ég svona horfa bara svipinn á fólki og mér fannst svona fólk upplifið þetta eins og svona sigur, svona að segja að það var sigurverk. Það var svona fögnuður í lokin, eins og það verið áfanga náð. En það sem ég var líka að hugsa meðan að vara, því að eins og þú ert að segja að sagan er sögð, þetta fötluð kona, en við erum að segja henni ekki bara sem fatlaða konu. Og það er svona, það er maður meldi fyrir sig en saga fötlunarinnar er ótrúlega sterk dramatísk saga. En samt erum við oft með þetta viðhorf að það megi ekki vera bara það. En saga fallarað mannesku í samfélaginu er ótrúlega dramatísk saga. Og við getum ekki bara dæmi að þekkjum þetta sama úr þegar við erum að fjalla svarta í Bandaríkjunum og svona, má ekki segja bara söguna að svartir heldur verða líka. En sagan að vera haldið utan og fá ekki að taka þátt, hún er alveg kannski stæðsta dramatíska saga, má hún ekki bara vera fremst. Og mér fannst að ég hugsaði eftir, já, þetta er svoleiðis leikrit. Þetta er leikrit sem segir, þetta er svo stór saga. Þetta er svona sögur ef að segja. Ekki að réttlæta að við erum líka mennskis og þið og getur verið í eitthvað svona dramatísk og þið. Þetta er risastór dramatísk saga að vera með sjúkdóm. Og þetta er ekki sjúkrasaga, við höfum ekki að hafa þetta til hliðar, ekki eitthvað í segðu mér í sjónvarpinu, þetta er hliðar. Við höfum þetta bara á leikhúsinu, bara fremst. En ég held að það sé í rauninni bara eins og með allar sögur, ég meina, við erum öll manneskjur, þannig að við erum að segja sögur fólk. Hæ, Blær. Hæ, Blær. Og það er gaman að sjá það. Já, þannig að mér finnst svona, ég held að þetta eigi við þetta allt, að þetta er bara spurning, af því að það er ekki saga, ég held að saga sé aldrei einföld. Saga einnar mannesku er alltaf marglaga. Og það er bara saga samfélags sem marglaga, allt er marglaga. Þannig að ég held að það í sjálfu sér sé það er alltaf gott að fá margar hliðar. Þannig að ég held að það sé galdurinn í verkinu. Að vissulega er vöðvarhörnunin fremst og það er svo snilldarlegt hjá Kolbrúnu að flétta þetta inn í hlaup af því það tengist í rauninni líkamlegri getu að hlaupa. Og það er svo gaman að hafa Camillo með, mér langaði til að væri líka manneskja á sviðinu sem er mjög fær líkamlega, þannig að það er eitthvað svona áminning það og það er í rauninni, ég held að þetta sé svona marglaga, þannig að ég held að vissulega sé bara í rauninni, það sterkasta við sýninguna er að vöðvarhörnunin fær að vera fremst, en ég held að það að við fáum að vita svona margt og sjá Kolbrúnu og hver hún er. Við fáum að kynnast Kolbrúnu. Að það er svo margt sem að bara alveg svo kemur fram á einum tímapunkti þegar hún fær greininguna og segir en ég hef engan tíma núna til að hugsa það því að það eru bara, allar vinkonur mínir að gera það.
þú veist, og nú ég bara að pæla í því þú veist, þannig að þetta svo áhugavert eins og við öll á einhverjum tímapunkti það sem efst í okkar huga og þannig gerir það náttúrulega að þegar fólk fær mál þá kemur bara öll persónan fram okkur hættir svolítið til í að ræða við eitthvað sem fatlaður bara sem fatlaður það ekki þeirni fötluðu sem að vilja segja eitthvað bara þá sögu, sko. Það ekki Nei, það bara hluti af manni en það ekki allt bara allt ég, sko Mér fannst þetta með að hversu framarlega þessi dramatík var, mér fannst það svona áhugavert og sterkt Það var einn gestur sem fyrirgefðu, ég ætla bara að bæta við það sem kom á seinustu sýningu sem sagði líka sko að maður hugsar, ef maður sér manneskju í hjólastól þá hugsar maður yfirleitt bara já, þetta manneskja sem hefur alltaf verið svona einhvern veginn og hann sagði að það hefði verið svo áhugavert líka að einmitt vita bara að þú veist einu sinni varst þú hlaupandi og einu sinni einmitt varst þú bara að gera það og varst eina þeim sætu og vinsælu og varst að pæli þú veist þannig einhvern veginn gaurum pæli gaurum já, ég er eiginlega bara að segja saman mér fannst þetta bara af því að þetta er líka það þetta er einhvern veginn ferðalagið inn í föllunina eða þannig Herðu Þú ert að leika hana á sviðinu, fyrir framan hana unga, eða yngri fyrir framan hana já hvernig gerir maður það? Við leikum maður Kolbrúnu fyrir framan Kolbrúnu sko ég er ekkert eitthvað svona að reyna að tilengja mér eitthvað takta frá Kolbrúnu eða neitt þannig sko ég held ekki, það kannski gerist smá ómeðvitað svona húmorinn þinn náttúrulega skín í gegnum verkið og svo eru þau náttúrulega náfrængur þið eru kannski óvart eitthvað staðar smá eins já, þannig að ég hugsaði ég þarf ekkert að gera, það kemur bara svipurinn þarna og einhvern veginn en já, ertu að spyrja hvernig fyrir ófatlaða konu að leika fatlaða konu? Nei, bara svo leikari að leika fyrir framan einhvern já, ég einhvern veginn var ekkert Þú varst ekki að leika hana? Nei, ég var kannski meira stundum að hugsa sko, má ég vera að leika, þú veist, að uppgöta, skilur, byrja hvað að mér í fótunum og allt þetta einhvern veginn. Stundum var ég smá svona hrædd við það, get ekki gert því nógu góð skil, af því ég get ekki í rauninni sett mig í þessi spor. En kannski vegna þess að ég var að hugsa það, þá var ég ekkert að pæli eitthvað svona hvort að ég væri að sko gera þér góð skil. Þú vinnur við að sitja því í spór annara. Já. Þú getur hugsanlega leikið dauða konu í Shakespeare-verki einhvern tímann og aðeins til að hafa nokkuð tíma dáið. Algjörlega, já, ég hef leikið strák og ekki var ég eitthvað að setja það neitt fyrir mig sko. Nei, eitthvað sem hefur verið mikið í umræðinu og er bara eitthvað sem ég held bara eðlilegt fólk er smeykt gagnvart, það er bara þannig ég held að það sé líka bara eðlilegt að velta þið fyrir sér því maður vill ekki gera lítið úr fólki og við gætum persónulega sögu hennar líka skilur og við erum bara með henni á söginu að segja sögunu þannig að það er líka svolítið svona en það var eiginlega meira, það var ekki svona gagnvart sko þér Kolbrún, það var meira bara svona hvað annað fólk hugsar eða þú veist annað og ekki eitthvað svona ég megi ekki sko heldur meira bara að ég geri það ekki nóg satt eða þannig Ég held að mér líður líka í okkar ferli þá hefum við unnið svo þétt saman við höfum búið til svo mikið traust og maður líður vel þegar við erum að sýna þetta af því við vitum að það er svo mikið virðing á milli okkar af því við erum búin að vinna eða mjög mikið sko. Ég held að virðing sé eiginlega bara lykillinn í þessu ég finn fyrir mikilli svona bara gagnkvæmum einhverjum svona kærleika og skilningi og virðingu fyrir viðfangsefninu og svo er þú Kolbrún búin að vera líka svo rausnarleg með söguna þína og hvað tungumál við notum á sviðinu þú veist bara svona leikústungumál og hvað við höfum alveg að gera bara öll með okkar þekking og reynslu og viðþorf og smekk og innsýn og allt þannig að ég held að það sé svona búið að vera svona mjög gjöfult það er bara búin að vera mjög svona kærleiksríkt ferli Já, svo sannarlega Og Kolbrún, hvernig var að hafa Ilmi að leika þig? Blæ fyrir ekki Hvernig? Það var bara mjög skemmtilegt sko. Já, ég
ég var ekkert að pæli, nei, hún er ekki alveg eins og ég. Nei, hún er bara, þetta er bara einhver sögupersóna sem hún er að leika, sko. Þannig að, já, og nei, mér fannst það ekkert óþægilegt, sko. Mér fannst það bara heiður. En hérna, það er æfingatímabil og það er skrifið þetta. Hvað er þinn að byrja að skrifa þetta? Sko, þetta byggir á lokaverkefni mínu í Listaháskólanum 2021 og svo þegar Þjóðleikhúsið ákveða að kaupa verkið, þá vorum við að vinna í því í ár, ég og Ilmur, frá 2023 til 2024. Þar til við byrjum að æfa, núna í mars. Þannig að við vorum bara svona að fara yfir verkið og þróa það áfram og það var bara mjög fínt og nauðsynlegt, sko. Ég var rosalega mikið að spyrja spurninga því ég var svo forvitin. Það var svo margt sem kom fram í verkinu sem að kom svona þörf fyrir að vita meira bara allt mögulegt sem að kom fram. Það er margt í verkinu sem að maður myndi vilja vita meira Það er alveg efni í stóra fjölskyldusögu sem er ekki á sviðinu. Það er afinn og það er mamman og það eru marga persónur sem er svona bara svona smá hintaða. Það eru ástirnaðinnar sem eru svona ekki mjög sterkar inn á sviðinu. Nei. Þannig að algjörlega, það er efni, en það er náttúrulega Kolbrún búin að klára ritlist, þannig að hún getur bara haldið áfram að skrifa og skrifa, sko. Það getur verið þáttaröð. Þetta er bara númer 1. Það er reyndar, sko, eins og afinn sem er fatlaður með sama sjúkdóm og þú ekki. Líklega með sama sjúkdóm, já. Það var bara ekki greint. Nei. Og hans lífsbarátta og hvernig samfélagið tekur á móti honum og svo þín barátta, það eru hellingar svona þráðum í þessari sögu sem eru, maður sér fyrir sér að geta orðið, sko, eitt þáttur í þáttaröðinni. Já, klárlega, sko. Já, og það var svolítið verkefni okkar, sko, það var mjög margt sem kom fram og stundum þegar maður er að, vinna svona vinnu, þá er gott að hugsa, bara segja sögu sem að fær nóg pláss og svo að geyma aðrar, eða að segja ekki of margar sögur í einu. En þannig að það var í rauninni svona, sumt fengum við að veita miklu meira heldur en var upphaflega og sumt svona minnkaði aðeins. Já. Og kannski, ég veit ekki hvort að svona formið á þessu er næstu eins og einleikur. Byggt upp, þetta er bara frásögn þín, bara eitt sjónarhorn sem að segir það og þú færð þau til aðstóðar við að segja söguna eiginlega og þetta er tildulega stutt eins og einleikir oft eru þegar við erum að tala sko afan og mömmuna og fleiri dramatíka þá væri við kannski að sjá fyrir okkur sko stórt dramatískt verk með það sem að þetta fólk fær raunverulega raddir en er ekki bara endurlið þitt, eða ekki? Nei. Þannig að það er svona fáðar ekki að stíga kannski fram og þess vegna eru kannski hlutverkið þín eru svona svolítið fölar myndir þú er þarna pappinn ameríski hermaður allir elskuðarnir allir elskuðarnir ég ekki alveg allir, þeir voru nú fleiri ég meina það kemur í eins gott að það komið fram þeir voru fleiri ég meina bara allir sem er í verki já, þetta er svolítið svona eins og trailer líf sko. Já, ég var í Lýðháskóla og það var einn þar mjög sætur sem heit Júhann Eglund. Já, hann kemur í part 2. Hann var, sko, við köttum hann út, sko. Já. En það var samt svo lítið. Það var mjög lítið, já. Það var eiginlega bara 2 setningar. Já, einmitt. En ef að hann hefði verið, þá hefði Camillo líka leikið. Absolutt, sko. Þetta form, þessi frásögn, myndi mér svolítið á Fúsa til dæmis, sem var í Borgarleikhúsinu. Já. Þegar við séð það ekki? Jú, af því að það er svona frásagnarleikhús. Já. Það er reynda svona, sögumæðri svolítið öðruvísi, af því að þeir eru þarna frendunir svona saman, en þetta með að vera með 2 aðstoða leikara til að leika. Já, einmitt. Býtu, já, þeir eru frændur. Eins og við erum fyndið. En fyndið. Þetta er nýja trendið í leikhúsinu. Já. En það er alveg rétt, það er líka bara eins og þú segir, Kolbrún skrifar þetta sem monólóg. Þannig að það er upphæðlega frásögnin er í rauninni ég og svo þau, eða mamma, pappi og svona. En við í rauninni unnum aðeins með að breyta í sumstaðar í kringustæður að því þau eru fleiri. Þannig að það er beint samtal, sem að Kolbrún og Blær tala saman sem Kolbrún og mammenar og Camillo sem pappin. Þau tengsl mömmunar eru svona sem eru
fara lengst í því að vera dregin inn í verkið. Sko. Já, þannig að við svona, kannski, það er svona, maður dýfkar það svolítið með því að búa til kringumstæður, það sem að vera beint samtal og bein kringumstæða á milli 2 persóna eða 3. Og svo ég náttúrulega, ég dansari, þannig að mér finnst líka bara ógeðslega áhugavert hvernig við erum að búa til þessi karaktera sem ég að leika bara með svona fysikal. Þannig það ekki mikið texta, þannig við Ilmi vorum að tala og ákveða bara vera með mynd. Þannig ég alls konar svona stund að breyta, vera meiri hress, ég barni og svo fyrir meira niður, ég leika af eða pappinn, þannig ógeðslega áhugavert, sko. Mjög gaman. Og þetta alltaf það sem líka lifir með manni þegar maður fer í leikhús, þú veist, svo hugsa maður einhverju sýningu 2-3 árum setna, þá mann maður alltaf myndir. Já. Ekki textan. Raunin ekki, nei. Ekki ég. Maður mann það sem maður sér, stimplast einhvern veginn inn í heilan. Textin stórlega ofmetinn í leikhúsinu, það bara ekki þannig. En svo finnst mér, ég myndlistakona. Það ekki eins og sorglegt, sko, það bara þannig. En ég myndlistakona, þannig að ég kem svolítið úr þeirri átt þar sem að svona, maður byrjar svolítið að vinna með myndir og í rauninni eitthvað annað en texta, en svo finnst mér svona, þróunin hjá mér hefur orðið svo að mér finnst þetta allt vinna saman, mér finnst rosalega gaman að vinna með alla þessa þætti og rosalega gaman þegar það er svona vega hvern annan upp, þú veist, bara hljóð, mynd, hreyfing, orð, þú veist, tilfinningar, persónur. Þetta er rosalega spennandi þegar þetta vinnur allt saman og það verður eitthvað svona eins og dýnamík sem að, þú veist, hækkar áhrifin. Þannig að verður áhrifa mest. Og ég get ímyndað mér að þessi sýning, af því að hún er oft svona smá, hún er í svona eins og draumkenndi flæði stundum. Að þegar maður er komin, þegar áhorfandinn er búinn að fatta það lingó, þá fari myndirnar að hafa einhver svona djúpstæð áhrif án þess að maður fatti það, skilji. Eins og í söngleikjum þá kemur kannski, heyrist eitthvað svona melódía sem hefur verið heyrt áður og þá allt í einu verður eitthvað svona kontrast og eitthvað svona sem maður áttar sig ekki eins og á, sko. En þitt líf er mjög dramatískt. Það var mjög dramatískt að vera með sjúkdóma sem að líkaminn bregst manni. Ég man að ég tók viðtal við Harald Þorleifsson, þess að þú sést, og hann var að lýsa, það var bara svakalegt að hlusta á það. Þannig að hann lýsir því hvernig hann eiginlega hatar líkamann sem hann er í, hvernig hann bregst honum. Þannig að þetta er stórkostlega dramatísk saga, hvernig maður getur glímt við það og maður bara getur ekkert ímyndað sér það og maður getur ekkert dæmt það eða metið eða hvernig fólk stendur sig í því. Þannig að sú saga er gríðarlega stór. Og leikjandi fjallar eitthvað litur það, ekki? Jú. Að vera í líkama sem að bregst manni. Sem að ekki bregst manni. Já, ég myndi segja breytast. Ég er að vitna í Harald því að það er svo dramatísk hvernig hann lýst því. Já, svo er það bara mjög einstaklingsbundið hvernig fólk tekur text á við það og það er svolítið öðruvísi eins og ég tengi við margt sem Haraldur segir, sko, að vera eins og hann greinist mjög ungur og við eigum örugglega margt sameiginlegt að upplifa svona þegar hann átti erfitt með að hlaupa og var kannski svona, að detta á síðastur og eitthvað svona. Þannig að, en ég hef aldrei einhvern veginn upplifað það. Ég fór bara sjálf svolítið svona ákveð, hvernig ætla ég að tala sjálfa mig? Ég tala aldrei mig að ég sé að versna, að ég sé svo slæm. Mér finnst það svo neikvætt. Ég tala frekar að ég breytist. Og maður er alltaf einhvern veginn að breytast og það er ákveðin óvissa og þegar það er ekkert að gera, þá hefur maður ekkert annað haldreipi heldur en sjálfa sig. Og kannski einhverja list eða skáldskap. Og sko, hugmyndir okkar hinna framtíðina virka bara svona létt og kærulisleg á meðan að maður heyri á þér og Haraldi og fleirum. Það sem að sko, bara framtíðin færi bara allt annan blæ, sko. Já, og maður er ekkert ómikið, því er ekkert að vera ómikið að hugsa hvernig verði ég eftir 2 ár. Ég er alltaf að breytast og ég finn oft mun kannski á 2 ára fresti. Það þýðir ekkert að vera ómikið að velta sér upp á því. Og kannski valum í hvaða sögum maður lifir, af því að í nútímanum hefur maður stjórn á framtíðinni og fortíðinni eftir því hvernig maður velur sér. Og að einhver leiti er verkið það, sko. Já. Feist mér. Já.
En önnur saga sem bara stór og mikil og þarf ekki kannski sérstaklega stuðning náttúrulega í sögunni frá afaðinum og til þín og í gegnum baráttu þína þá kemur náttúrulega eina stóru mannréttinda baráttu 20. aldarinnar sem baráttu fatlara fyrir að vera séðir, það setja ekki tillitið þeirra. Þannig að hún þarna inni í þessu verki. Já. Algjörlega og þetta hefur líka bara talandi leikhúsið, þú veist bara og yfir höfu meðvitund okkar aðgengi og að sé jaft aðgengi fyrir alla. Þú veist, þetta svona eitthvað sem ég held að sé þetta verk vekur okkur mikið til umhugsunar þú veist, þetta kannski eitthvað sem við höfum heyrt og svona en kannski ekki endur alltaf sett okkur alveg inn í. Svo byrjar maður bara svona að vera miklu meðvitaður hvað þýðir þetta. Þú veist, að bara húsnæði og kringustæður séu hugsaðar fyrir alla hvað sem það sem að fólk að takast á við eða hverjir sem það eru, bara jöfnuður. Það hefur svona mjög mikil áhrif á það og mér langar líka bara að segja því það sem Kolbrún var að segja þetta viðþorf þitt Kolbrún þú veist, í rauninni þetta jákvæða viðþorf sem þú hefur ég held að það sé svo ofboðslega gjöf til okkar hinna til að heyra. Já, það hefur náttúrulega alltaf svona almennur skilningur á fötlun, alltaf eins og oft svona læknisfræðilegt sjónarhorn að þetta hlýtur að vera harmleikur. Maður sé bara, hlýtur að vera í þunglindi eða það hlýtur að vera allt hræðilegt. Auðvitað þetta oft eitthvað áskorun og oft á maður erfiða daga en ég, þetta bara orðið hlutið af mér og mínu lífi. Ég þekki ekkert annað, þannig að já, maður hefur líka alltaf ákveðið val hvernig maður ætlar að það þetta miskunnlausa sjónarhorn hinna heilbrigðu sem að skilgreina fatlaða sem frávik og galla og það kemur nú fram í leikritinu ekki eitthvað sem segir ég myndi bara drepa mig Jú. Já. Og sem svo þegar fólk komið í stöðuna þá náttúrulega allt öðruvísi. Já. Við þekkjum þetta nú bara sem ungt fólk að kærðan okkur ekki svona að vera 36 ára. Nei. Þú erum 36 ára og erum mjög ánægð með það. Það er bara fínt. Eða 56 ára. 76 ára. Svo hélt það bara áfram. En hvað þarf að gera svo? Kolbrún, að þú ert múin að vera svolítið inn í þinni ævi og við erum eiginlega að ýta þér að skrifa fjölskylduna líka þessi saga sé ekki þú getur sagt þetta aftur með öðrum hætti. Já, ég var í námskeið hjá henni Odnu í Eyr sem nú samstöðinni sem heitir Sjálfsaga, ævisagan og skjalasafnið. Þar gerði ég svona skriftargjörning bréf til afa. Þar skrifa ég bréf til afa míns og ég held að þetta svo stór saga. Ég kannski gera eitthvað með það efni. Hvað hét afiðinn? Gunnar Jóhannsson. Já, og hann var mikill svona business kall og var byrjaði 18 ára að reka saumastofu í Skagafirði og hann þurfti bara að bjarga sér og hann fór til Þýskalands til að fá hjólastól 28 ára, fór einn þangað, ég veit ekki alveg hvernig hann fór að því. Það var eins gott að það var eftir stríðið, annars hefði hann stungið í gasklefan og verið drepinn bara. Þetta er svo ofboðslega stór saga og hann Hann er alltaf bara skjótað inn, það má ekki gleymast náttúrulega að nasistar eyddu fötluðu fólki, ekki bara gyðingar. Algjörlega, já. Þeir voru mengun í samfélaginu. Já. En saga af hans náttúrulega stórbrotin. Já. Algjörlega sko. Ég veit sumt. Já. Hún er virkilega og hann átti 8 börn og var svona sterkur karakter en og kavalýr. Já. Algjör. Sjarmur. Já. Skilst mér. Já. Mikið kvennabósi. Já. Þannig að það er bara og það er svo margt svona, þú veist, aftur hann var ekki bara fatlaður. Nei, einmitt. Hann var alls konar og á stóra sögu sem er ótrúlega skemmtilegt. Og hann er einn af stofnendum Sjálfsbjargar og lést þar, hann dó þar 79 og ég man eftir mér því ég var 5 ára að heimsækja með pappa mínum og þá var amma mín afi skilin og ég bjó í 1 ár í Sjálfsbjargarhúsinu en svo fór ég bara að fatta það að mér langaði ekkert að enda í húsinu eins og afi minn og bara vera ekkert séð. Þannig að þá fór maður að berjast fyrir notendastýrðri persónulega aðstoð. Sem þú nýtur núna. Já, og ef ég væri ekki með það, þá væri ég ekkert í leikhúsinu eða hefði farið í gegnum Listaháskóla. Þá væri ég bara bundin heima. Hver finnst þér svona staðan í þessari baráttu? Já, við vorum svolítið langt á eftir með við Norðurlöndin og þetta byrjaði upphaflega í Bandaríkjunum 1972 þessi hugmyndafræði Independent Living. Þannig að svo kom fötlunarfræðin 2006 þannig að þá fór mikið af fólki að minni kynslóð við flosnum upp á námi, vorum ekki með stúdentspróf þannig að það var ekki aðgengi
í háskólanum eða í menntaskólanum. Þannig að við vorum svolítið svona lengja svolítið að kannski kveikja perunni hvað var að gerast úti. Lausnin væri bara kannski einhver sér sambýli eða hús fyrir, eins og ég bjó í Sjálfsbjargarhúsinu, það var bara blokk fyrir hreyfihamlað fólk. Mér finnst alveg fárlegt að bara rauðar ætti að búa saman. Það er náttúrulega bara barnsins tíma. Þannig að já, ég var lengi þar innan dyra að berjast þar og svo bara ákvað ég að fara að mennta mig og svo bara var listin alltaf eitthvað leið mín til þess að berjast. Það kemur fram að þið dreymdum að vera leikona. Já. Ertu leikona? Ég er ekki menntuð leikona, en ég er áhuga leikona og ég er performer. Og þú ert að leika í Þjóðleikhúsinu? Hún er að leika í Þjóðleikhúsinu. Ég held að Kolbrún er að leika meira. Já. Og þú ert að skrifa líka. Já. Og mér heyrist að þú ætlir að halda því áfram. Já. En það varandi að ég sagði eitthvað trend þarna að væri frendur og frengur saman á sviði, en það er náttúrulega trend í íslensku leikhúsi í svona einleikir, einhver útgáfa af einleikum, það sem að ég veit ekki hvað þetta er, kannski er þetta svona eitthvað svona eins og raunsægisbylgja að fólk vilji fá svona, kannski tengist það bara netinu að sömuleyti að maður er svo mikil aðgengi af svona sögu fólks og kannski er þetta bara smitast inn í leikhúsið og ég er bara að vitna í Vertu Úlfur og reynsaði ekki upp Edduna eiginlega í fyrra Saknarilmur og það er meira, það er verið að tala kulnun í Þjóðleikhúskjallaranum og Fúsi nefndi það og þannig að þetta er svona Já, ég held að þetta sé rétt hjá þér. Ég held að þetta sé eitthvað svona við þráum, við erum svo einangruð að einhverju leyti út af örugglega samfélagsmiðlum, maður er einhvern veginn alltaf bara starf og skjá og við þráum eitthvað svona alveg svona virkilega persónulegt og það er ekki mikið meira persónulegt heldur en manneskja sem er með einleik, sérstaklega við að manneskja sem er að segja sinni eigin sögu sko. Það er einhvern veginn já, ég hef tekið eftir þessu líka sko. Þetta er sem fólk vil sjá í dag. Það er eins og þetta sé að stinga einhvern veginn í samband fyrir okkur eða hvað, við fáum svona að finna fyrir nánd og tengslum, upplifi ég. Og auðvitað hafa áður verið sagðar svona sögur og svona heimildaleikhús og eitthvað, en það verðist vera svona sterk svona bylgja. Já, við viljum eitthvað satt og helst einmitt fá þetta beint frá kunni sko. Svo er þetta líka tengist inn í umræðunum að það má ekki hver sem er segja hvað sögu sem er. Eða svona, það er eitthvað svona sem að maður fær allavega eitthvað svona smá svona bara svona, manni finnst það leiðilegra. Eða skiljiði. Ef það er ekki sagt að manneskinu sem maður þekkir og mennar. Já, eða bara manneski sem manni finnst kannski ekki, þú veist, manni finnst ekkit endilega kannski að mér, þú veist, ef að karlmaður segir áfallasögu konu, til dæmis, ef það heppnast mjög vel, þá er það bara frábært. En það er kannski, ef það heppnast ekki, þá er maður eitthvað... hjálpið manninum. Já, smá, eða þú veist, já, ég held, þú veist, það er mjög margt svona sem er jafnvel ómeðvita hjá manni sko. En það er náttúrulega, svo getur maður líka að hugsa bara öfugt, það er bara rosalega gaman að heyra konu segja sína eigin sögu. Þú veist, já, ég er að segja, þetta er ekki endilega að fólk megi ekki, ég held að sé meira að fólk bara langar meira að heyra fólk segja sína eigin sögu. Ég held kannski að það sé meira, þú veist, svona, það því það var ungur hópur af fólki að gera sýningu í Þjóðleikhúsinu í fyrra sem heit Lindó og þau fengu sendin alls konar frá ungu fólki sögur og svo var svo skemmtilegt að þau gerðu þetta eiginlega allt í svona söngleikjaformi, þau sungu allar frásagnirnar meira og minna, þannig að þetta var mjög svona hressandi og settu þetta í svona svolítið humorískan búning, en þetta var allt svona bara eins og trúnó með þeim, þau sögðu bara alveg berskjöldu þessi algjörlega og það var alveg magnað og þau voru að segja sögurnar sjálf og þetta, mér finnst þetta svona eitt svona dæmi og svo hittum við og voru að spjalla við og svo spurðum við hvernig leikhús viljið þið sjá og það fyrsta sem þau sögðu var við viljum heyra sannleikann. Þú veist bara að þetta sé satt, hvað sem það þýðir. Já, það er nefnilega, sko, ef þetta er þannig að við lifum tíma þar sem að ekkert er satt nema ég segi mína sögu. Það er ekki svo langt sem við lifðum tíma þar sem að ég gæti bara með innsæi mínu og fleira búið til og ég gæti búið til eitthvað sem að var sannleikur sko. Ég meina bækur Dostojevskí eru sannleikur. En ég held þetta sé heldur ekki, ég held þetta sé líka ekki, ég held þetta sé
ég held að sé allt í gangi. Við erum líka að setja upp klassík og fólk vill sjá hana, við erum líka að setja upp söngleiki og barnaleikrit og fólk vill sjá það. Ég er bara að velta fyrir að því að þetta er svona meira ábærandi núna og hvað það er sem að er. Akkurat, þetta er eins og það sé ykkur svona, eins og þú segir, þetta er svona bylgja. Það sé frekar áhorfendurnir sem eru að vilja frekar að það sé ykkur svona tengsl, að það sem ég er að sjá sé satt. Og við séum ykkur svona hugmyndum hvað er satt sem hefur náttúrulega verið barátta undanfarna áratug hefur verið svolítið hvað er satt sko. Svo kemur þetta með sönn saga fatlaðra manneskju. Stóri sannleikurinn og sagan, hún er náttúrulega verið skrifað af karlmönnum. Þannig að við erum svolítið að segja aðrar sögur núna. Og saga fatlaðra og hvernig þeir eru settir til á okkur stað í samfélaginu, það hefur aðrir verið að segja þá sögu og barátta þeir eru meira og minna það að fá að segja sína sögu og fá sína rödd. Það getum okkur án okkar það sem við tekið upp sem snýst akkurat þetta. Já, og svo líka bara saga er líka alltaf áhugavert hugtak af því að það að segja sögu, við töluðum aftur með þetta á æfingarferlinu, það kom tímapunktur sem við fórum að tala mömmu Kolbrúnar sem mömmuna. Þetta verður að karakter, þetta er sviðsetning. Þannig að og Blær er orðin Kolbrún ung og Kolbrún er bæði hún sjálf og líka að leika sig. Þetta er eiginlega á mörgum stöðum sko. Það eru báðar að leika Kolbrúnu, svo Kolbrún hún sjálf og Blær hún sjálf á sviðinu. Samt er þetta sviðsetning, þetta er það sem er svo skemmtilegt og hvenær má maður hugsa það líka stundum eins og í heimildarleikhúsi. Hvernig segir maður söguna? Hvenær er hún sönn eða er hún skáldskapur eða er hún einhver túlkun á raunveruleikanum og því sem gerðist? Svo kemur það. Það er alltaf manneskja sem segir söguna er með eitthvað ákveðið sjónarhorn. Já, það er margar hliðar á þessu sko. Þetta er alltaf svo skemmtilegt. Kannski sannleikur er bara eins og fegurðin, hann uppgötun og maður fattar hann þegar maður sér hann. Já. Herðu, Camille, þú ert hérna í þessu verki og ég hef séð þig í nokkrum verkum. Þú ert með svona svolítið sérstakar stöðu í Þjóðleikhúsinu. Þú ert dansari. Ég er dansari, já. Þannig að maður sér þig oft í verku þar sem það er notað mikið. Þannig að ég meina það er bara æðislegt að fá tækifæri að vinna í Þjóðleikhúsinu, sko. Og ég er dansari, ég mynda á dansari og ég er búinn að vera hér á Íslandi í 12 árum. Þannig að geta verið flutt frá Kúbu og koma til Ísland og byggja mig upp áfram og vera núna komið að vinna í Þjóðleikhúsinu og það er algjör heiður, sko. Þannig það er bara, ógeðslega gaman, sko. Camillo er svo fjölhæfur, hann getur allt og það er svo gaman að vinna með honum, þannig að það vilja allir vinna með Camillo. Ég er mjög opinn fyrir. Allir leikstjórar. Allir vilja vinna með honum, líka leikarar. Já, ég hef sagt að í fótboltanum það er svona sérstök tegund af spilurum sem eru draumur þjálfarana. Já, það var það Camillo. Geta farið í allar stöður, eða vanta varnamann. Ég er mjög heppinn að geta vinna með þessi fólki í Þjóðleikhúsinu, æðislega fólk sem er þar, sko. Þannig að ég veit ekki hvað þessi allir draumur, allir leikstjórar en það eru algjör heiður í að geta fengið tækifæri að vinna í Þjóðleikhúsinu, sko. Það eru ógeðslega gaman. Og ég er ekki mynd á leikari en svo fæ ég líka tækifæri að læra að vera að leika, sko. Þannig að bara geðveikt. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað og ræða verkið Taktu flugið, baby. Blær, Ilmur, Kolbrún og Camillo, kæra þakkir. Takk fyrir. Takk fyrir. Og þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið sem tölvur fjöldi í kvöld. Bindi Þorláks fyrir að taka viðtöl með mér og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. Og ykkur þakka ég náttúrulega allra mest sem hafið hlustað og hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getið byggt upp dreifikerfið okkar eins og þið hefur gert hingað til með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem að þið sjáuð hér og heyrið og ykkur líkar. Benda á að það má finna efni okkar á Facebook undir nafni Samstöðurinnar, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar, á öllum hlaðvarpssveitum undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum komin í útvarpið á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu sem nær upp á Snæfellsnes, upp í Borgarfjörð, upp á Litlu kaffistúð út á Reykjanes þá. Það er hægt að hlusta á útvarpið okkar til dæmis í bílum. En það má líka sækja útvarpssendingarnar á spilarann
það er spilari.is á netinu, svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenska útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, alls þar sem er net á annan borð og við erum komin í sjónvarpið heim til fólks, til þeirra sem eru svo heppin að skipta við Símann fjarskiptafyrirtæki. Þar erum við nú með 5 af fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Það sem hefur gert okkur mögulegt að byggja upp samstöðuna er fyrst og fremst þeir hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur, að þeir leggja okkur lið og eru þess valdandi að það er hægt að halda upp í samstöðunni og ef að fleiri bætast í hópina þá getum við haldið áfram að efla samstöðuna og styrta hana frekar. Ef að þú vilt taka þátt, að þú getur farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunn áskriftin, sem átt borga meira þú vilt og því sem er kjósið. Getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda sem að held að sé einsdæmi í heiminum. En þetta er komið nóg í bili í kvöld. Ég segi bara góða nótt og svo sjáumst við aftur hér á morgun við Rauðaborðið sem hefst klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.